Já, það eru efnahagsmálin eru bara einn af stóru málunum. Verðbólgan veður uppi hér innanlands. Á morgun mun koma ný neysluvísitala. Það verður spennandi að sjá hver er staðan á verðbólgunni og daginn þar á eftir þá verða tekin ákvörðun um vexti í Seðlabankanum. En það er fleira í gangi, það eru skjálfti í fjármálakerfinu út allan heim, bankar sem eru að falla, bankar sem að tekst að bjarga og bankar sem eru að banka upp hjá Seðlabankanum og vilja fá loforð að þeim verði bjargað við lendi í vandræðum. Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði, er komin hingað. Má ég byrja á, hvað hefur að kalla þetta, bankakrísu allan heim? Já, í nóvember var ég í viðtali á Stöð 2 og undir lokin þá spurði fréttamaðurinn mig, er að koma annar hrun? Og ég sagði já, og honum brá. Og ef hann hefði spurt og hvar og hvernig byrjar það, þá hef ég nú ekki spáð því að það byrjaði í Kaliforníu og Chicago og Sviss. Nei. Það veit maður aldrei. Nei. En þetta smitast á milli landa og ég á frekar vona á að þetta haldi áfram. Og ástæðan til þess að ég svaraði fréttamanninu svona afdráttarlaust í nóvember var svo, það bara allir fjármálafræðingar sem ég þekki út í heimi, að þeir eru sömu skoðunar og ég, að það er stór hætta á ferðum og mín skýring á því er þessi að uppgjör við hrunið 2007-2008 það fór ekki fram nema til háls og þú sér það til dæmis á því að hér heima gengu að vísu margir fangelsisdómar en það voru smáfiskar sem voru teknir. Stórlaugssonum var sleppt og þeir ganga margir lausir en það voru framinn stórfellt efnahagsbrot mánudaginn eftir helgina þegar bönkunum var lokað. Því að þá var gjaldeyri smiglað til útlanda í stórum stíl, mjög mikla fjárhæðir og við vitum fyrir lekin gögn úr bönkunum hverjir þetta voru og sumir þeirra sitja enn á æðstu valdastólum í landinu. Og út í heimi var þetta að tvíleitinu til eins að þar voru ekki einu sinni smáfiskarnir látnir sæta ábyrgð að lögum. Og bara eitt stórlags var tekin og það var Bernie Madoff, einhver mesti fjármálasvindlari allra tíma, en hann var eini stórlagsinn sem þurfti að sæta ábyrgð. Og úr því að þetta uppgjör fór ekki fram nema til háls, að þá er innsýn bankamannana í það sem þeir gerðu rangt takmörkuð og þess vegna halda þeir uppteknum hætti. Að vísu er búið að reisa svolitlar girðingar, bæði hér heima og annar staðar, en þær eru bara ekki næstum nógu öflugar. Og þess vegna er þetta að gerast núna út í heimi. Við skulum vona, ég á ekki vona því að þetta verði jafn mikið hrun eins og síðast. En ég á vona því að sjá fleiri banka fara. Hvar veit ég ekki. Ef ég hef verið spurður að því í nóvember hvar þetta myndi byrja, þá hafði ég giskað á Kína, kannski Ítalíu. En Ítalía er þannig að hún einhvern veginn klárar sig alltaf. Það er einhver innri styrkur þar sem erfitt er að henda reiður á. Og Kína stendur á brauðfótum, en Kína hefur lengi staðið á brauðfótum og þannig að þeir séu sterkari heldur en brauðfætur eru yfirleitt. Og það er bara alls konar svona óvissa sem umlykur þetta allt og gerir þetta svona erfitt viðfangs. Já. En þú ferð til 2007-2008. 2008-2009 þá var þetta kerfi endurreist. Já. Og þetta er spillt og rotið kerfi sem að getur ekki haldið áfram á þess að hrynja reglulega yfir okkur. Já, og þetta er sama fólkið og þetta er ennþá fólk sem talar svo kallar hrun, hefur aldrei beðist afsökunar á einu en einu og þetta fólk er enn í efstu lögum bankana og þetta fólk er enn í efstu lögum stjórnmálaflokkana og ríkisstjórnarinnar og sumpart einnig stjórnaraðstöðunar. Og það torveldar það mjög að við tökumst á við þetta til þess að búa til styrkara bankakerfi sem hættir síður til þess að lenda í stórfelldu vandræðum á kostnað skattgreiðenda með reglulegu millibili. Og hver er vandinn? Er það að í þessu kerfi þá
taka menn áhættu, spila eins og þessi spilaviti, þannig að þetta er raunverulega fullt af einhverjum heljum og helst falla saman og má ekki við neinum áföllum til þess að bara þetta fara að hrynja. Já, ef við höldum okkur við útland, sko, að þá bara vita bankamenn það af fenginni reynslu að ef þeir tefla á djart að þá eru skattgreiðendur hvatir til og það er nákvæmlega það sem er að gerast núna í Sviss. Það er alltaf komið í ljós að sko hlutafar að engan á að koma með að bjarga bönkunum. Já, nei. Og hér heima er vandinn að þýleiturinn til sko erfiðari að hér eru sko fákeppnisbankar sem að geta okrað á viðskiptavinum sínum í stórum stíl og mismuna þeim sem að geta valið að veita uppáhalds viðskiptavinum sínum stjarnfræðilega lán og svo eru þau bara afskrifuð með leynd. Og það er þess vegna sem að spiltir menn hafa svona mikinn áhuga á því að eignast banka og ná fáfestu í þeim. Það er til þess að geta svindlað með gamla laginu. Og þetta er miklu meiri vandi hér heldur en annars staðar því að Ísland er eina Evrópulandi sem þarf ekki að sæta neinni erlendri samkeppni á heimavelli. Og þess vegna er sko einokunar fákeppnisástand ríkjandi á íslensku bankamarkaði sem það er alls ekki annars þegar í Evrópu. Farðu upp og niður Noreg og þú sér skilti frá erlendum bönkum þar sem eru í harðri samkeppni við norska banka. Og þetta er ástandi þess að norskir vextir eru miklu lægri heldur en íslenskir vextir og ekki er Noregur evruland. Og svo myndi evran náttúrulega hjálpa til við að lækka vexti í átt að því sem að tíðkast núna á evrusvæðinu á meilandinu. En hvað veldur því að þetta er að koma fram núna? Eru bara á lágasta tímanum að þá söfnuðu hvað bankar og fyrirtæki alltaf miklum skuldum og svo þegar vextir hækka að þá kemur í ljós að stór hluti af efnahagslífinu stendur ekki undir þeim og bara er dæmt til að hrynja. Já, það er partur af ástæðunni. En annar bara partur er þessi að almenningur hefur ekki ástæðu til þess að bera mikið traust til bankana og traust er svo lítið, svolítið ónákvæm stærð. Og þannig að maður veit ekki fyrirfram nákvæmlega hvenær það brestur nóg til þess að það leiði til áhlaups á banka eins og gerist í Kaliforníu og hefði gerst í Sviss ef að helgin hefði ekki verið notuð til þess að ljúka dæminu. Og takt eftir því að allt var með eðlilegum hætti á fyrsta virka deginum eftir helgina, þar sé á mánudeginum. Meðan hér heldum við áfram að fremja stórkostlega glæpi með því að moka peningum ólöglega út úr landinu og allir vita hver þetta voru og yfirvöld dómsmála horfðu í hinn áttina og eru samseg. Þannig að íslenska bankarhrunni það er óuppgert. Já, að miklu leyti. Að halvu leyti skulum við segja. En þessi bylgja sem er erlendis sem að fellir þá sem að skulda of mikið eða eru veiki fyrir vaxtahækkunum. Heldur að hún komi hingað? Ég skal ekki það segja, en það er náttúrulega bara lenska hér að útvöldum viðskiptavinum er lyft við að borga skuldir sínar. Við vitum silkihúfurnar sem að hlupu frá stórkostlegum skuldum meðan einstæða mæður voru bornar út af heimili sínum í 100.000 tali og þetta er mjög djúp meinsemd sem sko umbyggt bankakerfi þyrfti að gera það fyrir og lykillinn að því er erlend samkeppni á innlendu bankamarkaði og það er engin tilviljun að erlendu bönkum hefur aldrei verið heftingað inn. Það er bara til þess að innlendir aðeinar geti haldið áfram að nota bankana til þess að rýja viðskiptavinni sem er ekki neina önnur hús að venda. Nema stórfyrirtækin sem að geta núna þegið ýmsa bankaþjónustu í útlöndum, en venjulegt fólk á ekki kosta því með sama hætti. Það er enda komið fram nú þegar hverjir það eru sem lendi í vandræðum þegar vextir hækka skyndilega og það eru náttúrulega þeir sem fóru inn á húsnæðismarkaðinn á breytilegum og verðtryggðum vöxtum sem er í miklu vandræðum í dag. En það er engar umræður það að bjarga þeim. Nei. Og sérðu allt þetta tal Ísland sem allsnægta borð. Það hefur svo hólan hljóm
eins og mér finnst vera augljóst en ekki myndu öllum það vera augljóst en svo bara blasir það við að þegar það kemur svona tiltölulega minniháttar verðbólguskot að þá bara snar fjölgar þeim heimilum í landinu sem að eiga erfitt með hann á endum saman við hver mánaðamót og það sýnir bara hversu grunnurinn veikur og það annað til marksum það hversu þetta allsnektatal hefur hólan hljóm og það þessi grundvallarmunur, við tekum bara eitt einfalt dæmi sem á Íslandi annars vegar og Danmörku, Noregi og Svíþjóð hins vegar og það það hversu algengt það að ungt fólk sem skilur það á enga lausn á sínum málum aðra en að flytja heim til foreldra sinna. Þannig að stofur í íbúðum sem hefur verið breytt skeið í svefnherbergi eru mjög algengur partur af íslensku heimilislandslagi en mjög sjaldséður partur af hliðstæðu landslagi í öðrum löndum. Og þetta bara eitt lítið dæmi það að við höfum verið að dragast aftur úr og allir þessi bumbusláttur að Ísland sé best og ríkast og allt þetta, hann ekki réttur. Hann hefur falskan hljóm. Og fólki sem skildi það á ekki efni á að kaupa hvort fyrir sig íbúð og ekki heldur leigja sómasamlega íbúð fyrir þar sem að þú fráskilin getur verið með börniðin með því að tekjur einstaklings standi ekki undir leigunni. Nákvæmlega. Það það sem að fólk gerir í þessum sporum í Danmörku, Noregi og Svíþjóð að það bara kaupir sér hvort sín íbúðina, minni eldur en þá íbúð sem byggu í saman áður og eru þar með sín börn og hlífa foreldrunum við því að missa stofuna yfir í svefnherbergis ástand. Herðu, verðbólgan, af hverju verðbólga hér á Íslandi? Sko, verðbólga af tvennu tagi. Annars vegar eftirspurnar verðbólga sem að stafar því að eftirspurnin fer á stað, hvað sem það bjartsýniskast í fyrirtækjónum eða einstreymi ferðamanna sem að kaupa þjónustu af íslenskum fyrirtækjum. Og hins vegar svo kostnaðarverðbólga sem lýst af því að einhverjir liðir í kostnaðarbókhaldi fyrirtækjana fara á flug og þá verja fyrirtækin sig annars vegar með því að velta kostnaðaraukningun út í verðlagið, nú eða með því að segja upp fólki nema hvort það ekki sé. En Seðlabanki Íslands, og þetta á hann sammerkt með ýmsum öðrum seðlabönkum, hann hefur aldrei horfst í augu við nema eftirspurnarverðbólguna. Og þess vegna beitir Seðlabankinn í raun og veru bara einu tæki, þeim þetta stýrivaxtatæki. Og þegar að eftirspurn eykst að þá reynir Seðlabankinn að berjast gegn því með því að hækka vexti sem rökrétt viðbragð og enda tíðkast það í öllum seðlabönkum að hringinn í kringum heiminn. En þetta viðbragð Seðlabankans var alvarlega misráðið árunum fyrir hrun vegna þess að háir vextir sem var ætlað að halda aftur og eftirspurn heima fyrir, að þeir löðuðu flökku fé erlendis frá inn í landið. Þannig að vaxtahækkunin var eins og olía á verðbólgubálið frekar en vatn á eldin. Það að vísubúið að girða svo lítið fyrir þetta eftir hrun þegar að fjármagnshöftunum var aflétt, að þá var haldið eftir svona smá girðingum til þess að koma í veg fyrir þetta hömlulausa innstreymi flökku fjármagns inn í landið. Þannig að vandinn að nokkru leyti leystur, en bara áhuginn á braski svo ríkur sumstaðar í einkageiranum og einnig í bönkunum að þeir reyna að skjóta sér undan þessu. Nú alveg eins og þessir bankar sem voru að falla í Kaliforníu og Chicago. Bankastjórnir þeirra voru í fremstýri flokki þeirra sem að fengu þingið í Washington til þess að aflétta hömlum af bankarekstri. Og þetta eru menn sem voru að greiða sjálfum sér og félögum sínum bónusa bara nokkrum klukkutímum áður en bönkunum var lokað. Sérðu? Og þetta vandinn við peningastjórn Seðlabankans. Seðlabankinn þarf auðvitað að eiga ráð gegn
báðum tegundum verðbólgunar, ekki bara eftirspurnaverðbólgunni með vaxtabreytingum, heldur kostnaðarverðbólgunni líka. Og þar er augljós aðferð sem að Seðlabankinn hefur, en hefur aldrei beitt, sem er að draga úr fákeppni og getunni til þess að okra. Og hvað er nærtækara fyrir Seðlabankann heldur en að beita sér fyrir aukinni samkeppni í bankamálum til þess að draga úr fjármálakostnaði íslenskra fyrirtækja og heimila. En Seðlabankinn hefur aldrei lyft litla fingri í þess átt og samt eru bankarnir auðvitað á heimavelli Seðlabankans. En Seðlabankinn ætti auðvitað að beita sér fyrir aukinni samkeppni ekki bara í bankaheiminum, heldur í efnahagslífinu yfir höfuð. Men það fákeppnisástand ríkjandi hér í byggingavöruverslun, í tryggingum, bara nánast í öllu. Og Seðlabankinn horfir sljóum augum í aðrar áttir eins og honum komið mánuð ekki við. Og hvað getur Seðlabankinn gert? Getur hann lokkað hingað erlenda banka? Já, hann getur haft forystu það. Sko, Seðlabankar í öðru löndum líta svo á að fortölur séu hagstjórnartæki. Þannig að Seðlabankinn á bara forystu hans á að flytja mál sitt þannig, gagvart almenningi og gagvart stjórnvöldum, að líkurnar á því að það séu gripið til ráðstafana til þess að halda aftur á kostnaðarverðbólgu, ekki bara eftirspurnaverðbólgu, verði meiri heldur en ella. Við höfum að gefa annað dæmi. Hugsaðu þér hvað að veri miklu auðveldara að halda jafnvægi í þjóðarbúskapnum hérna og halda verðbólgu í skefjum ef fullt gjald fyrir veiðiheimildir hefði verið leitt í lög þegar það var tímabært fyrir 30 árum. Þá væri landslægi bara allt öðruvísi og það er sko lygin líkast að Seðlabankinn hefur aldrei lyft litla fingri í þá átt að mæla fyrir veiðigjaldi og hefur samt á að skipa fleiri hagfræðingum heldur en Háskóli Íslands. Og þarna hefur Seðlabankinn bara reynst vera samdauna sko þeim hagsmunum sem stjórnmálamennirnir á Alþingi og í ríkisstjórn á hverjum tíma dansa eftir. Og það er einhver allra alvarlegasta vanrækslu synd Seðlabankans gegnum tíðina. Sko alþjóðastofnanir eins og OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa mælt með veiðigjaldi eins og ég hef gert í 40 ár í skýrslu eftir skýrslu, að vísu í hálfum hljóðum svona af tillitssemi við stjórnvöld sko. En Seðlabankinn hefur aldrei tekið undir þetta. Hann hefur með öðrum orðum fleygt frá sér tækinu sem hann þurfti á að halda til þess að tryggja hérna varanlega stöðugt verðlag. Og núna er verðbólgan aftur farin að mælast í 2 stafadölum og ég á vona á því að það haldi áfram skeið og það er að segja verðbólgan að hún minnki hægar heldur en opinberar spár stjórnvalda hér gefa til kynna. Það eru nú flestar sko, nýjustu spárnar eru bara fallnar, þannig að ég held að það voru svo lágar að það eru fallnar. Sko. Nei, veit að það er. Ekki nema fólk trúi því að bara verðbólgan allt í einu hverju. Já. En það sem hefur gerst núna er það að þessi aukna harka í vinnudeilum að hún lýsir sér sko hálfu vinnuveitenda í meiri físi þeirra bara til þess að velta kostnaðarækkurum út í verðlagi sko. Og við höfum dæmið bara fyrirtæki sem að reyningir svona leina því að sko öll umsamin kaupahækkun fór beint út í verðlagið. Sjáðu. Og ég er að tala þetta fyrirtæki sem er nátengt formann í Sjálfstæðisflokksins og síðan restingar og þess og dagar. Já, og sko harkana hún lýsir sér ekki bara í sko skýrari launakröfum fulltrúa fátækra launþega, til dæmis Eflingar aðalega núna, heldur einnig í óbylgirni viðsemjendana sem skirrast ekki við að velta öllum óþægindum út í verðlagið áfram og það er ein ástæðan til þess að ég tel að það verði erfitt að ná verðbólgunni niður aftur nema á nokkrum tíma. Þorvaldur, þú myndi ekki fá ósk þín að uppfylla að Seðlabankinn breytir stefnu, ekki í bráð. Ég get engu það spáð. En mér finnst það ólíklegt að Seðlabankinn stígi eftir fram í vikunni og segi að það þurfi að verða bylting í íslensku efnahagskerfi, að við þurfum að sitta á veiðigjöld, við þurfum að ýta undir aukna samkeppni hérna. Við munum líklega að fá ákvörðun Seðlabankans vaxtahækkun.
Já, vona á því. En treystu mér, ég þekki mjög vel til innandyra í Seðlabankanum og flestir starfsmenn hans prívat eru auðvitað alveg sammála um þetta. En það er forystuan sem í svokallum sjálfstæðum Seðlabanka sem bara dansar eftir pípum stjórnvalda. Og Seðlabankin er bara eins og stjórnsýslan öll og hún er bara samdauna þessum sérhagsmunum sem hafa ráðið allt og miklu þróun okkar samfélags. Sem er bara mjög alvarlegt og við sjáum raunverulega hörnandi lýðræði víða heim eins og Indlandi eða Tyrklandi, þar sem einmitt stjórnsýslan, dómskerfið og það sem á að vera hlutlaust eða einhvern veginn að vinna fyrir almannahagsmuni er byrjað að þjóna kjörnum stjórnvöldum og við fáum svona stjórnskipulag sem er mjög sérstakt sem er stjórnlynd lýðræðiskerfi eða ég veit ekki hvað að kalla þetta. Það sömuleyti eftir að lýsa því að það ástand sé hér. Ég hef glænýja frétthandaðir því að lýðræðisstofnunin í Gautaborgarháskóla í Svíþjóð sem heldur úti bestu lýðræðismælingum sem nú er að völa á í heiminum gaf út nýja skýrslu fyrir nokkrum dögum og Ísland heldur áfram að sökkva niður eftir listanum. Þetta eru 179 lönd og Ísland er komið niður í 2009. Sæti. Á lista þar sem við ættum auðvitað að tróna á toppnum með Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Og það sem meira er það að við erum komið langt aftur úr Bandaríkjunum. Því að Bandaríkin tóku sig á og hækkuðu nokkur sæti frá því fyrra en við heldum áfram að hrapa niður nokkur sæti. Og þetta heldur áfram og sama tíma halda við hérna áfram að gapa upp í einhverja fíblakannanir Ísland sem hamingju samasta land í heimi. Við erum í þriðja sæti. Já, væri ekki næra að tala lýðræðismælingarnar heldur þessar hamingjumælingar. Og það er mjög slæmt að vera fyrir neðan Bandaríkin sem eru náttúrulega með þekkt og það er vitað og Bandaríkin með vitað það sjálfur, þeir eru með gerspilt stjórnmálakerfi. Segðu. Ok, en öllum líkindum mun eða varðandi vaxtahækkunina sem kemur fram núna eða verður ákveðin á miðvikudaginn. Þar stendur banki fram yfir því að taka ákvörðun að hækka vexti og það var í takt við það sem hann hefur sagt hingað til. Hann hefur sagt að hann muni grípa inn í og eiginlega allt bendi til þess að verðbólgan er ekkert að gefa eftir og þannig hann mun taka ákvörðun. Hins vegar er ákveðin hætta í því að þetta er talað að sé vandamálið til dæmis hjá bandaríska seðlabankanum. Hann þurfa að taka ákvörðun það að hækka vexti til að hemja verðbólgu en hækkun vaxta getur hins vegar aukið á fjármála óstöðuleikan. Já. Heldur að þetta sé vangavelta sem að Seðlabankinu hérna heima? Já, þau hljóta að ræða þetta í sínum samtölum, hvort sem að það kemur svo fram í yfirlýsingum frá bankanum eftir að ákvörðun hefur verið tekin. Vandinn er þessi núna að verðbólgan bæði hér heima út í heimi og hún er annars vegar og kannski á hálfu leyti eftirspurna verðbólgan sem stafar af stórauknum ríkisútgjöldum í skaðabætur handa fólki og fyrirtækjum út af faraldrinum og hins vegar kostnaðarverðbólgan sem að hlausta af því að framleiðslukeðjurnar rofnuðu og flutningskostnaður á gámaskipum yfir Kyrrahafið snarhækkaði og olía snarhækkaði skeið og svo framvegis. En það hefur gengið mikið tilbaka? Já, það hefur gengið tilbaka, já, en það eimir samt eftir af því og seðlabankarnir áttu engin ráð gegn þessum kostnaðarþætti aukinnar verðbólgu og þessi gagnrýni mín beinist ekki bara gegn Seðlabanka Íslands, heldur líka seðlabönkunum úti í heimi. Og svo er eitt mál enn og það á við bæði hér heima og úti í heimi og það er það að einn orsakavaldur aukins kostnaðar fyrirtækjana, það er óánægja, skiljanleg og eðlileg óánægja launafólks með misskiptinguna. Og það er sjálfstæður valdur þess að launafólk gerir harðari kröfur en ella, til dæmis Efling, bætur handa sínu fólki. Og að svo miklu leyti sem að þessum launþegasamtökum tekst að knýja fram slíka bætur, að þá bara birtast þær sem aukinn kostnaður í bókhaldi fyrirtækjana. Og þau bregðast sumpart við með því að velta þessu áfram út í verðlagið, nú eða segja fólki nema hvort ekki sé. Og þannig að það er fráleit skoðun sem var til í Chicago fyrir 50-60 árum að verðbólga sé alltaf
og allstaðar sko peningalegt fyrirbæri og þess að sé bara seðlabankarnir sem eigi að sjá að halda þeir niðri. Þetta er bara rangt vegna þess að þessi tekjuskiptingar orsök verðbólgu, hún er bara ekkert með peningamálið að seðlabanka að gera. Og þess vegna gerir seðlabanki rétt í því að haga málflutningi sínum þannig að hann stuðli að sko meiri friði og meiri samheldni á vinnumarkaði vegna þess að rígur á vinnumarkaði er sjálfstæða verðbólguvaldur. Sko Seðlabanka Íslands og Seðlabanka með öðrum löndum er samkvæmt lögum haldið ábyrgum fyrir að halda verðlagi stöðugu. Og þá þýðir ekki að bjóða Seðlabankunum upp á það að berjast við verðbólgum aðra höndina bundna fyrir aftan bak. Og þeir megi bara tala sko vexti og bindiskyldu og þess aftar, en megi alls ekki reyna að ráðast gegn öðrum sjálfstæðum verðbólguvöldum, jafnvel þó þeir hafa ekkert með peningamál að gera. Og þetta, ég skrifaði þetta í 20-30 ár út í heimi og hér heima og mér finnst menn ekki hlusta nógu vel á þetta og þetta er ástæðan til þess að verðbólgan skýtur alltaf upp kollinum við og við. En nú hefur Seðlabankinn sagt þetta við allar vaxta ákvarðanir bara allavega síðustu 4, 5 eða 6 að við hækka vexti, en það er ekki nóg. Ríkið verður að gera eitthvað líka. Já, það er alveg. Og með núna síðast þegar fjármála stöðuleika nefndin var fyrir þingnefndinni, að þá bentuðu til dæmis á ójöfnuðin, að það er að gæta því að tekjulægstu eru varðir fyrir verðbólgunni og eru að nefna alls konar hluti sem að ríkið ætti að gera. Já. En ríkið gerir ekki neitt. Býtu, ertu að vitna í Seðlabankann? Já, þeir voru þarna, þeir komið fyrir fjármálastöðuleika nefndin, þá nefndu þeir sérstaklega. Ok, nú þá er þeir byrjaðir að hlusta á það sem ég er að segja. Nú það er ágætt. Nefndu það sérstaklega, að það yrði vegna þess að sko vaxtahækkunin og verðbólgan bitna sérstaklega á þeim sem eru þessettir. En það er allt saman gamli nefndi mínir sér. Já. Og líklega kannski eins og þú ert að segja, ef það er ekki gert að þá mun það leiða til aukina kaupkrafna í haust. Já. Og þeir benda alltaf á ríkið, en ríkið ger aldrei neitt. Nei, ég veit það. En ég tek ofan fyrir Seðlabankanum ef hann er fann að tala svona í sölum Alþingis við ríkisstjórnina, það er ágætt. Og þannig eiga Seðlabankanum að vera. En ríkið ger ekki neitt. Nei. Menni hér, hver ónýta ríkisstjórnin setið fram af annari, sko. Það er engin ekkert láta á því. Það sem við ætlaði að spyrjum, nú er verðbólgan, hún mun fara ganga hægt niður. Við reiknum með að vextir mun hækka ennþá meira. Hvaða afleiðingar hefur það? Og við reiknum með því að ríkisstjórnin mun ekki gera. Hún er óhæf, henn er ómúlegt að taka ákvarðanir. Því að hlutinnar vill hækka skatta á hinn ríku, annar vill það ekki. Hluti vill gera þetta en hinn ekki. Hvaða afleiðingar getur þetta haft fyrir íslenskt efnahagslíf? Sko, verðbólgan mun rýra kaupmátt heimilana og draga úr spilla friði á vinnumarkaði og hún mun valda auknum ójöfniði í skiptingu auðs og tekna og allt þetta er óheppilegt og svo viðbætist að trúlega mun hún einnig draga úr hvatanum til sparnaðar og draga þannig úr hagvaxtargetu þjóðarbúsins til langstíma litið. Þetta vissum en ekki alveg fyrir 50 árum en þessar boðleiðir verðbólgunnar að öðrum hagstærðum þær hafa orðið miklu skýrar undangengna áratugi og þannig að það er engin tilviljun að Seðlabönkum hefur verið falið meira sjálfstæði gagnvart stjórnmálum og stjórnmálahagsmunum og þeir hafa lögbóðna skyldu núna sem þeir höfðu ekki áður til þess að halda verðbólgu í skefjum. Meðal verðbólgan í 50 löndum Afríku, hún var 30% fyrir 30 árum, en hún er komin núna niður í lága einstafstölu. Og þetta bara ásamt öðrum dæmum sýnir það að skilningur manna á skaðsemi verðbólgunnar hann er miklu betri og næmari núna heldur en hann var og þess vegna er það áhyggjuefni núna þegar við erum að horfa fram á verðbólgu sem mælist í 2 stafa tölu í fyrsta skipti núna í meirinn 30 ár. Já, og aðeins ef 2 ári kringum hrunið eru talin frá. Já, og aðeins með Seðlabankann sem beitir þessu eina vopni sem
nær ekki að ná verðbólgunni niður, Nákvæmlega. eins og hún nær ekki inntakinnar Já, og skapa sjálfstæðan vanda. nákvæmlega. Herðu, Þorvaldur, kæra þakki fyrir að koma hérna við rauðaborðið. Þakka Alltaf gaman að tala við þig. Þakka þér. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.